náttúrulega, svo fór sem fór. Hver svona fyrstu viðbrögð eftir leikinn? Bara alltaf fullt að tapa sko. Mér finnst ég ekki alveg skilja allt eftir á gólfinu. Mér finnst ég hefði getað gert betur í mörgu. Samt sem aðeins stolt af liðinu mínu, en það var leiðilegt tap. Algjörlega. Þið fóruð dálítið hægt af stað. Hvað fannst þér svona valda því? Voruð þið bara... Ég veit það ekki alveg. Já, eins og segir, þetta var orðið svolítið mikið forskot sem það náði hann í byrjun og ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað það var, en við sýndum alltaf að karakter að koma tilbaka í öðrum og unnum hann heldur 24-20, þannig að við máttum halda áfram á því rauninni. Já, bara svona, hvað fannst þér breytast á milli fyrsta og annars leikinn? Bara örugglega stemmingin í liðinu. Við einhvern veginn, já, vorum að gera það meira saman í öðrum leiknum og það virkar langbest fyrir okkur. Við vorum að hafa gaman að þessu spila boltanum á tímabili, en svo vorum við ekki að gera það og það virkar ekki vel fyrir okkur. Þannig að bara stemmingin breytist á aftur einhvern veginn í seinni hálfleik? Já, mér fannst samt ekki alveg mér finnst það mjög lítil stemming alveg í byrjun. Mér fannst svona aðeins halda stemminguna en ég veit ekki alveg, skotin voru ekki að detta, vorum ekki alveg nógu gráðugar í sóknarfrákustinn og þá er þetta bara erfitt. Já, eigið þið ennþá von í úrslitakeppnina heldurðu? Ég veit ekki alveg hvernig staðan er í deildinni, Æja, þið eru bara áfram í deildinni og eru bara áfram að berjast, þannig að hlakkið til næsta leikar? Já, ég meina við ætlum bara að taka einn leik í einu og hvort sem að við eigum séns úrslitakeppni ekki, þá ætlum við bara að koma alltaf tilbúin í alla leiki og reyna að ná í sigur. Þó að kannski úrslitakeppnin sé orðin held að séu of mörg stig í úrslitakeppnina núna fyrstu töpuðum í dag. Gæti verið rétt, já. En ég meina við ætlum alveg að mæta í alla leiki og spila þá með stolti. Skilja. Herru, takk fyrir þetta.